2000 Heklugos og umbrot í Grímsvötnum. Allar líkur eru á að gos, eldgos, sé að hefjast í Heklu eftir stundarfjórðung. Tilkynningum þetta var að berast frá almannavörnum. Svona hljóðaði upphaf fréttatíma Ríkisútvarpsins klukkan 6 í kvöld og spáin gekk eftir 17 mínútur yfir 6. Fyrir tilviljun hafði Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur verið að skipta pappír í jarðskjálftamælum vestur í Raunvísindastofnunum 5-leytið þegar hann sá á mælunum hvað var í aðsigi og lét almannavarnir vita. Þessar fyrstu myndir af gosmekkinu voru teknar úr flugvél Flugfélags Íslands sem fór í áætlunarflug frá Reykjavík rétt eftir að gosið hófst en lagði lykkju á leið sína til að huga að því. Þessar myndir voru hins vegar teknar neðar skýjum eftir að dimdi. Talið að gjósi eftir sprungu sem liggur eftir öllum Hekluhryggnum og að sprunga hafi opnast vestan og sunnan við Tindgígi. Þegar eru byrjuð að renna hraun og þetta gos virðist nokkuð svipað og síðasta gos sem var í janúar 1991. Þetta 5. gos Heklu á öldinni virðist nú vera að syngja sitt síðasta. Þessar myndir voru teknar á 9. tímanum í gærmorgun en skömmu síðar syrti af og virtist auk þess draga úr gosinu. Það var kröftugast fyrstu klukkustundirnar en hefur síðan rénað. Hvorki hraunstraumar né öskufall hafa valdið tjóni í þetta sinn og virðist hegðun þessa illræmda eldfjalls hafa tekið á sig þá breytingu á síðari hluta aldarinnar að í stað stórgosa á hálfrar til heillar aldar fresti, eins og þekkst hafa frá upphafi Íslandsbyggðar, verða tiltölulega lítil gos með litlu tjóni á 10 ára fresti. Þetta þykja góð tíðindi. Á hinn bóginn hefur verið bent á að breytingar á gosmynstri gætu haft í för með sér hættu ef sprenging yrði í fjallinu, eins og dæmi eru þegar eldfjöllin Vesúvíus, Montele og Sankti Helena hafa gosið. Þúsundir manna fóru frá Faxaflóasvæðinu austur fyrir fjall til að skoða gosið. Síðdegis gerði aftaka veður með blindhríð á Hellisheiði og í Þrymslum svo að umferðin stöðvaðist. Nóttina komu á annað 100 björgunarsveitamenn til hjálpar þeim 1500 manns sem sátu fastir í bílum sínum. Þegar veðrinu slotaði þurfti að draga nokkur 100 bíla úr fönn í Þrengslunum. Líkt á árið 1980 gís Hekla á sama tíma og mikil eldvirkni á öðru svæði. 1980 voru kröflueldar í hámarki en undanfari misseri hafa umbrot undir Vatnajökli vakið mikla athygli. Það var því upp í fótur og fit þegar gos hófst í Grímsvötnum 18. desember 1998. Strax þegar farið var að eldstöðunum á landi og í lofti var ljóst að það veri miklu öflugra en gos sem varð þar árið 1986. Og nú þegar sólinn gægist hérna upp fyrir jökulröndina þá gís enn af krafti í eldstöðunum. Mökkurinn þó heldur minni í dag en hann var í gær. Hann tegir sig ekkert líkt í eins langt upp til himins og hann gerði þá. Af 2 flugvélum sem sjást fljúa meðfram gosstöðunum á ráða stærð gossins. Nú telja vísindamenn að þessi gos séu upphaf á nokkura áratuga skeiði með vaxandi eldvirkni á þessu svæði en Grímsvötn eru virkasta eldstöð landsins. Hvít slóð eftir jeppa í svartri öskunni var táknum hugsanlega óþægindi af öskufalli. Það olli þó ekki tjóni og vegna þess hver fyrirstaða fyrir vatnsflóði úr Grímsvötnum niður á Skeiðarársand hafði minnkað, olli Skeiðarárhlaup sem fylgdi í kjölfarið engu tjóni. Það dylst þó ekki að umbrot í Vatnajökli gætu valdið búsifjum og það ekki hættulaust fyrir vísindamenn og aðra að vera á ferð á þessum slóðum. 2 vísindamenn, kona og karl, óku fram af hengiflugi á Grímsfjalli vorið eftir gosið
og þótti ganga kraftaverki næst að þau skyldu komast lífs af úr þessu slysi. Eftir gosið í Grímsvötnum mynduðust ný vötn undir Svíanhúkum. Þetta vatn er dýpra en Hvalfjörður. Stór aukin jarðhiti hefur turna svæðinu og þessi vötn í Grímsvötnum eiga sér ekki hliðstæðu í heiminum nema ef vera skyldi í Kverkfjöllum. Nú, hérna á ströndinni stendur maður og það er mikill ís allstaðar í kring, svo að maður á vona á því náttúrulega þetta sé ískalt, en við skulum nú sjá til. Þetta er sjóðheitt. Hlustið á horfið. – 40–50 metra ísturn hrynur ofan í vatnið og nú er eins gott að forða sér. Nú verðum við að bjarga hérna. Bjarga þessu. Eldgos á öldinni, einkum Surtseyjargos, hafa gert vísindamönnum kleift að gera sig grein fyrir því hvernig mikill hluti landsins hefur orðið til. Hið eina sem vantaði í myndina var mikið gos undir þykkum jökli. Gosin undir Vatnajökli koma því vísindamönnum að góðu gagni. Með ísjám hafa þeir nú geta glöggvað sig á því hvernig nýja eldfjalli sem myndaðist í Gjálpragosinu lítur út. Það er á stærð við Vífilsfell fyrir austan Reykjavík. Skilningur manna á eðli eldgosa hefur aukist. Meiri möguleikar eru nú en áður að sjá þau fyrir, eins og sannaðist í upphafi Heklugossins nú. Mörgum þótti fréttin í Ríkisútvarpinu einkennileg, en ef til vill verða fréttir af eldgosum svona á nýrri öld. Allar líkur eru á að eldgos, sé að hefjast í Heklu eftir stundarfjórðung. Tilkynningum þetta var að berast frá almannavörnum.